Við kennum ótrúlega fjölbreyttar greinar og meðan við erum að læra rafmagnsfræði hérna þá eru aðrir úti í hesthúsi að læra hestamennsku og margt fleira. Þannig að ég held að allir kennararnir hérna í skólanum verði pínu svona 1000 þjála smiðir. Ég valdi þetta nám upp á það bara fjölbreytileika í því sem ég get lært í framtíðinni og bara svona góður grunnur í alls konar hlutum. Það allir mjög nánir í svona skóla og vinna allir mjög vel saman, bæði kennarar og nemendur og það bara mjög skemmtilegt að vera í svona þéttum hóp. Fyrir mig sem náttúrulega ótrúlega mikil íþróttamanneskja finnst mér rosa mikilvægt að hafa góða íþróttaaðstöðu og hún í boði hér. Körfubolta, hestar, bara nefndu það allt hérna. Í 8. bekk þá var ég rosa hrifin af kvikmyndagerð og þetta eiginlega eini skólinn sem með almennilega kvikmyndagerðarbraut. Þannig ég ákvað að koma hingað með bestu vinkonum minni og við erum búin að hafa rosa gaman. Við erum að læra að skrifa handrit, taka upp stuttmyndir, klippa það er rosalega gaman, ná allir vel saman á kvikmyndabrautinni. Ég myndi segja að það væri mikill kostur að hafa svona lítið samfélag. Allir svona nánir, eða skiljum, það er mjög auðvelt með að fúta inn í hópinn og allir svona mjög vingjarnlegir og gott að vera hérna. Það besta við á skóla krakkarnir og að fá að vera með öllum í sófónum og hafa gaman svona og kennararnir hvað þau eru létt og taka vel á móti okkur. Félagslífið geggjað hérna. Við erum að gera alls konar hluti eins og við erum með leikrit á hverju ári. Svo árshátíð, söngvakeppnir og bara alls konar. Það eru 4 nefndir, alltaf eitthvað að gera. Ég í leikritinu, það rosa skemmtilegt. Það alltaf rosa mikil stemming á æfingum og það eru bara allir rosa vinalegir. Þetta svo náið samfélag, lítill bær og svona þekkjast allir. Eins og segja, bara gott að vera hérna. Það eru mikið af svona íþróttamótum, svo handboltamót og körfuboltamót og mér finnst þetta bara geggjað. Það stutt á æfingar, stutt frá öllu. Lífið á vistinni, það rosa skemmtilegt. Það oft svona bíókvöld hjá okkur, þannig við hittumst oft og erum að horfa á myndir saman. Skemmtilegt fólk, mikið af krökkum sem maður þekkir og bara alltaf stuð og gleði. Ég heiti Hrafnhildur Guðjónsdóttir og félagsráðgjafi hérna við Fjölbrautaskólann Norðurlands vestra. Ég sem sagt félagsráðgjafi hér við skólann og til mín geta nemendur leitað ef þau eru með einhverjar spurningar eða vangaveltur bæði líðan og bara stöðu sína almennt. Þannig að mér finnst þetta framsækið hjá skólanum að bjóða upp á að hafa félagsráðgjafi hér í 100% starfi. Ég heiti Sandra og ég náms- og starfsráðgjafi hér við Fjölbrautaskólann Norðurlands vestra. Ég hér við alla virka daga og nemendur geta komið hingað og leita til mín með allt það sem tengist námi og best fyrir þau að panta sér tíma inn á innu og engin verkefni of stór og engin verkefni of lítil. Og ef að ég get ekki leyst verkefnin, þá finnum við málunum farveg. Ef þú ert nýnemi og þarft að raða upp stundatöflunni, þá förum við í gegnum það og ég reyni að raða töflunni þannig upp að bæði að þú sért sátt eða sáttur við töfluna þína og eins líka bara að við séum ekki að setja of margar einingar og heldur ekki of fáar. Ég heiti Kolbjörg Katla og skólahjúkrunarfræðingur hérna í FNMF. Ég tek á móti krökkunum með ýmis mál, bæði stór og lítil, mikið með andlega heilsu vegna kvíða og þunglyndis, einnig með líkamlega heilsu, ef það eru einhverjar fyrirspurnir út af sárum eða verkjum. Einnig með kynheilsu, ef einhverjar fyrirspurnir koma upp eða vandamál, þá ég alltaf búin að ræða það. Og eins með ofbeldi eða áföll sem hafa orðið í lífinu. Hæ, ég heiti Margrét og ég vinn hérna á skrifstofu skólans. Í grunninn ég náms- og starfsráðgjafi en starfa núna hérna á skrifstofunni og ég í rauninni liðsinni nemendum og til staðar fyrir nemendur og með hinn ýmsu mál og svo get ég vísa þeim áfram á réttan stað.
nemendur geta komið hérna til mín eða þau þurfa á fyrstu dögum annar, þá geta þau komið eða þurfa að breyta áfengum og ef það er eitthvað meira þá vísa ég því áfram á námsráðgjafa eða áfangastjóra eða það sem við á. Skrifstofa skólans er opin alla virka daga frá klukkan 8 til 3 en 8 til 2 á föstudögum. FMF er bara ótrúlega skemmtilegur og fjölbreyttur skóli. Mér finnst vera eitthvað fyrir alla og mjög mikið líf í skólanum og bara alltaf gaman og nóg að gera. Hestabraut er stúdentsbraut. Námið er byggt á knapamerkjunum, mikið skemmtilegum uppbrotum og eins og núna erum við í samstarfi við Háskólann á Hólum, þannig að það er alls konar skemmtilegt. Við lærum fagleg vinnubrögð í allri vinnu tengt hestum, alveg frá grunni og síðan lærum við fóðrun og heilsu, lærum aðeins játningar og við lærum svona að taka okkar fyrstu skref í að leiðbeina öðrum í hestamennsku. Við erum í reiðtíma 3 sinnum í viku og bókluntíma 3 sinnum í viku. Ég hef búin að vera í hestamennsku allt mitt líf og er í U21 landslið Íslands. Þess vegna finnst mér hestabraut alveg frábær fyrir mig. Geggjað að geta verið að læra það sem maður hefur mestan áhuga á og vera í skóla við það. Mér finnst það bara forréttindi. Reiðkennslan er svona fléttuð skemmtilega saman við verklega námið okkar. Það sem við lærum í bóklegu, það flytjum við síðan yfir á hestbak og við framkvæmum það síðan í reiðtímum. En þetta eru hóptímar, við erum 4 saman í hóp, en að sjálfsögðu er þetta samt líka einstaklingsmiðuð kennsla þótt að allir sé að vinna sama markmiði. Við á hestabrautinni lærum bara venjuleg fög með þessu og munum enda með stúdentspróf sem er bara geggjað. Það sem er líka frábært við hestabrautina er að skólinn á núna sitt eigið hesthús sem er ætlað nemendum brautarinnar en þá geta allir komið með hestinn sinn og verið vissir að fá pláss fyrir hann. Það er ákveðið öryggi í því líka að vera með okkar eigið hesthús. Hestabrautin er bara frábær fyrir alla sem hafa áhuga á hestum og vilja bæta sig og efla sína þekkingu. Mórallinn er ótrúlega góður á brautinni. Við verðum ótrúlega þéttur hópur, læra af hvort öðru og hjálpast að, gera alls konar skemmtilega hluti saman sem bara eflir okkur og gerir okkur betri.